Komiði sæl. Nú býð ég ykkur velkomin á 189. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar sem að jafnframt þá held í fyrsti fjarfundur sveitarstjórnar í beinu streymi. Og þetta svona ákveðin tilraun og ég vona að þetta takist vel. Nú situr hver og einn fundarmaður heima á sínum stað vegna ástandsins í þjóðfélaginu. En það 3 mál á dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar og fyrsta mál á dagskrá er að taka ákvörðun fundi sveitarstjórnar sem fjarfundi og einhver sem vill ræða þetta mál, það svo sem tillaga hérna sem ég get borið upp og lagt fyrir, en orðið frjálst ef einhver vill taka til máls varðandi þetta. Tillagan svo hljóðandi: Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að nota fjarfundabúnað og funda sveitarstjórnar og nefnda sveitarfélagsins til 30. júní 2020. Án þess að fjarlægðir séu miklar, samgöngur innan sveitarfélagsins séu erfiðar eða mælt sé fyrir notkun slíks búnaðar í samþykktum sveitarfélagsins. Jafnframt að engin takmörk verða fjölda fundamanna sem taka þátt í fundu sveitarstjórnar og nefnda sveitarfélagsins í fjarfundarbúnaði. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að ritun fundargerðar fari fram með öðrum hætti en mælt fyrir í leiðbeiningum innanríkisráðuneytisins ritun fundargerða nr. 22/2013. Að loknum fundi skal fundargerð deilt á skjá með öllum fundamönnum og síðan staðfest af öllum fundarmönnum í tölvupósti áður en hún birt á heimasíðu Dalabyggðar. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega? Það biður enginn orðið. Þá skulum við bara ganga til atkvæða tillöguna. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fyrir þá sem að horfa á fundin í beinu streymi þá notum við hér spjall til hliðar til þess að greiða atkvæði þar sem við sjáum ekki alla á skjánum á hverjum tíma. En þá næst mál nr. 2 á dagskrá. Það ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra samkvæmt 6. kafla bráðabirgðaákvæðis sveitarstjórnarlaga. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Kristján, gjörðu svo vel. Já, takk. Mótiti og fundamenn. Þessari ákvörðun að afgreiða núna áðan, en síðan þarna ákvæði að sveitarstjórn geti falið annarkvort starfsmönnum eða einstökum nefndum fullnaðar afgreiðslu í ákveðnum málum og eins og kemur fram í fundargerð byggðarráðs sem að fundaði gerð þá taldi byggðarráð að það væri ekkert þar sem að byggðarráð teldi að þyrfti að taka ákvörðun þetta, enda held ég að þetta geti líka verið eitthvað sem að verður til lengri tíma. En mig langaði hins vegar að leggja það fram fyrir sveitarstjórn að hvort að sveitarstjórn væri tilbúin að fela sveitarstjóra fullnaðar afgreiðslu vegna breytinga á viðbragðsáætlun. Því nú viðbragðsáætlunin sem að reyndar nú undir næsta dagskrárlið. Það skjal sem þarf að vera lifandi og þarf að breytast reglulega. Skjalið sem að fyrsta útgáfa sem við erum með núna, sem liggur fyrir sveitarstjórn undir næsta dagskrárlið, núna orðið hálfsmánaðar gamalt og við þurfum að endurnýja en þurfum að gera nokkuð reglulega, þannig að þetta myndi einfalda málið. Takk. Takk fyrir Kristján. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls?
Kveður sér enginn eða biður enginn orðið, þá hér bara tillaga að sveitarstjórn samþykki að fela sveitarstjóra fullnaðarafgreiðslu vegna breytinga á viðbragðsáætlun Dalabyggðar. Einhverjir sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega? Það kveður sér enginn hljóðs, þá skulum bara ganga til atkvæða þessa tillögu. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst dagskrárliður númer 3. Það eru viðbragð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs af völdum COVID-19. Hér eru nokkur skjöl sem að liggja fyrir varðandi afgreiðslu á þessum lið og við höfum svo sem verið að vinna að ýmsum málum ef ég byrja á að rekja málið hans. Og höfum gert viðbragðsáætlun og grunni viðbragðsáætlunar er ákveðið teymi sem að fundar daglega hér í Dalabyggð. En er einhver sem vill ræða þennan dagskrárlið sérstaklega? Kristján, gjörðu svo vel. Já, takk, oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það eins og oddviti var að rekja, þá hefur viðbragðsáætlunin sem sagt verið sett og það hefur verið unnið eftir henni. Það hafa náttúrulega verið teknar ákvarðanir sem að hafa verið í samræmi við samkomubann, bæði það fyrsta sem var sett fyrir hálfum mánuði og tók gildi fyrir 10 dögum og svo síðan hert samkomubann núna. Og síðan erum við auðvitað líka að undirbúa okkur fyrir að hafa viðbúnað fyrir það ef að ástand verður erfiðara. Það er ennþá enn sem komið er staðan þannig að það er ekki neitt staðfest smit í Dalabyggð þannig að en það eru allnokkur einstaklingar hins vegar í sóttkví. En það sem að, þannig að það hafa verið svona ýmis verkefni sem hafa verið að koma inn en fyrst og fremst hefur það snúist að fylgja eftir þessu samkomubanni og sóttvörnum. Aðal verkefni hefur þetta verið í kringum Silfurtún þar sem að var lokað fyrir heimsóknir mjög snemma í ferlinu og síðan í starfsemi skólans og það liggur fyrir undir þessum dagskrárlið minnisblað frá skólastjóra sem að fer yfir það. Eins og kemur frá þessu minnisblaði og þið þekkið öll sveitarstjórnarfulltrúar því að það var haft samráð við ykkur öll og þá var skólaakstur hætt núna í byrjun þessarar viku, eins og mánudaginn, og rökin fyrir því voru fyrst og fremst að þar var skörun á milli hópa sem að hins vegar var haldið aðskildum í skólanum, þannig að þetta þótti svona, þetta var raunlega öryggisatriði til að halda þeim aðskilnaði milli hópa sem að smitvarnir sem að var búið að skipuleggja í skólanum byggðu á. Það er eitt sem að hefur og snýr að skólanum, kemur líka fram í minnisblaði skólastjóra. Það er að okkur ber samkvæmt fyrirmælum frá almannavörnum, þá ber okkur að halda uppi gæslu fyrir börn fólks sem er á forgangslista og það er listi sem að almannavörnum gefa út og það er sem sagt þá þau börn sem er í leikskóla sem eiga foreldra á þessum forgangslista og fyrsti og annar bekkur grunnskóla. Þannig að það er svolítið starfsemi sem við verðum að halda úti og í viðbragðsteyminu
sem að eins og oddviti sagði frá áðan sem hittist alltaf á hverjum degi og svona fer yfir stöðuna. Þar kemur viðbragðsteymið með þá tillögu og skólinn hefur reyndar unnið út frá þeirri tillögu að við útvíkkum aðeins þennan forgangslista þannig að til viðbótar við hann að þá séu starfsmenn kjörbúðarinnar og MS í Búðardal einnig á listanum og ég hef haft samráð við aðgerðastjórn á Vesturlandi og það ekki gerðar neinar athugasemdir við það að sveitarfélagið taki ákvörðun þetta og sagt að þetta sé bara í höndum sveitarfélagsins ef það vilji skilgreina listan til viðbótar með þessum hætti. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Það kveður sér engin hljóðs. Þá hér nokkrar tillögur sem við þurfum að fara yfir eða atriði og staðfesta. Hluta hefur við nú staðfest núna eftir óformlegum leiðum en núna ætlum bara staðfestar formsins vegna og formlegum fundi sveitarstjórnar. Það þá númer 1, það bara sveitarstjórn staðfestir viðbragðsáætlun Dalabyggðar. Við bara göngum til atkvæða hana. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Síðan þá næsta tillaga, sveitarstjórn staðfestir ákvörðun að fella niður skólaakstur meðan að samkomubann í gildi. Við greiðum atkvæðum þá tillögu. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Síðan það tillaga sem snýr að þessum forgangslista að sveitarstjórn samþykki tillögu viðbragðsteymis að auk þeirra sem tilgreindir á forgangslista þjónustu leikskóla og grunnskóla frá almannavörnum verði starfsmenn kjörbúðarinnar í Búðardal og MS í Búðardal einnig á listanum. Við greiðum atkvæðum þá tillögu. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Síðan það fjórða tillagan sem við þurfum sem eru hér liggja drög fyrir. Hún snýr að því að sveitarstjórn leggur til að miðstig byrja aftur, sem ég hafði stungað tönn. Sveitarstjórn leggur til að miðstig Auðarskóla verði í heimakennslu meðan samkomubann í gildi líkt og gilt hefur elsta stigið frá 18. mars síðastliðnum. Jafnframt ítrekar sveitarstjórn nauðsyn þess að fylgja fyrirmælum almannavarna og sóttvarnalæknis varðandi blöndun hópa. Það til lítils að viðhafa sóttvarnastarf og enga blöndun skólahópa og skólatíma ef þeim fyrirmælum ekki sinnt af foreldrum eftir að skólatíma lokið. Einhverju vilja ræða þessa tillögu kannski sérstaklega? Þá bara göngum við til atkvæða þessa síðustu tillögu. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Kristján var búinn að óska eftir að taka til máls hérna í lokin, þannig ég gef honum orðið. Já, takk, oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Mig langar ég var nú ekki búinn að ræða þetta við neitt fyrir fundin en mig langar semst að koma á framfæri þökkum til allra starfsmanna skólans,
Silfurtúns hjá sveitarfélaginu, heilbrigðisstarfsfólks og aðra viðbragðsaðila og starfsfólk sem er í framlínu eins og í verslun og annarri þjónustu sem að verður að halda uppi þegar að staðan er eins og núna í þessu samkomubanni. Og langar svona bara að velta því upp hvort að ætti ekki að vera einhvers konar svona bókun eða það kemur fram í fundargerð. Eitthvað af þessu tagi. Og ég get þá sent inn fundarritara texta. Já, ég tek bara alveg heilshugar undir með Kristjáni að við setjum einhverja bókun varðandi þetta, þess sem að eru samþykkir því setji svara í spjallinu til hliðar. Það greitt með öllum greiddum atkvæðum. Þá held ég svona að þessum formlega fundi sé lokið. Við munum núna yfirfara fundargerðina og það og svo eins og við samþykktum áðan samþykkjan öll í tölvupósti áður nú birtist á vef Dalabyggðar. En þá held ég að ég segi upptöku lokið en síðan er þá næsti fundur sveitarstjórnar, hann verður eftir viku eða 5. 2. apríl. Þetta var svona tilraun eða fyrsti fundur í fjarfundi til að vita hvort að öll tæki virki og mér sýnist að það er bara gert það ágætlega. En næsti fundur sveitarstjórnar verður þá 5. 2. apríl næstkomandi. Hér í upptökun og streymi.